Komið þið sæl. Þegar lífið tekur óvænta stefnu, þá höfum við sögu að segja. Í þessum fyrsta þætti ætlum við að hitta 2 óskylda menn. Annar er nýrnagjafi, hinn er nýrnaþegi. Velkomin Gutti. Takk. Hversu erfitt var að taka þá ákvörðun að gefa eiginmanni samstarfskonuðinnar nýra? Svona loka ákvörðunin var kannski pínu erfið, eða svona, ég gaf mig góðan tíma til að hugsa. En svona hugmyndin kviknaði skjótt og var svona, þú veist, ég var svona tiltölulega ákveðin í að þetta var eitthvað sem ég vildi gera, en svo auðvitað þegar kemur að því að endanlega ákveða þá var það svona, þarf aðeins að leggja stund í feld. Hvað þarf maður að taka tillit til? Hvers? Já, fyrst og fremst fjölskyldu. Þú átt 4 börn? 4 börn, eiginkonu. Þannig að það var nú kannski sem að satt mest í mér, það var þessi hugsun með börnin. Að þú veist, ég auðvitað, þegar ég fór að stað að fór að svona velta þessu fyrir mér hvort ég ætti að bjóða mig fram, að þá fór ég að lesa. Og ég er heilbrigðismenntaður, þannig ég hef svona bakgrunn og ég er svona læs á svona hvað er að fara að gerast. Og ég mati þetta nú bara svolítið fyrst á bara svona líkum. Þú veist, hverjar eru líkurnar á að ég komist bara heill út úr þessu. Verði einhver eftirkost og slíkt, sko. Og hvaða líkur voru það? Þær eru mjög góðar í sjálfu sér, sko. Þó að þetta sé stórt inngrip. En svo var þetta ef og þá náttúrulega trufla mann eftir því sem að fjölskyldan er stærri, sko. Já, hvað ef þetta nýra sem þú verður eftir með bilar, hvað þá? Já, líkurnar eru á því að það gerist ekki, eða að ekkert gerist eru góðar. Já. Þannig að það auðvitað skiptir mjög miklu máli. En nú ef að það klikkar þá er ég bara stóla á einhvern annan úti. Eins og menn gera, það er fullt af fólki sem að lifir góðu lífi með 1 nýra, sko. Var það ekki það fyrsta sem þurfti aðtók, hvort þú væri reynilega með 2 nýra? Jú, það er það fyrsta sem ég skoða. Það er alls ekki allir sem eru með 2 nýru í sér en fleiri sem eru kannski bara með 1 sem er virt og starfandi, sko. Að þið eru ekki skyldir, þið svona þekkist, var það að trufla? Eða hvaða áhrif hefur þetta? Sko, ef þetta hefði verið kona mín eða barn, þá hefði þetta verið auðveldari ákvörðun. En jú, eðlilega truflar það eitthvað, eða flækir það, skulum við segja. En bara, ég er búinn að þekkja Yngva í svona vel í 8 ár. Ég vissi af honum. Ég þekkti Jónínu lauslega frá því bara ég var nemi hjá henni í apóteki í gamla daga. En síðan erum við í Jónínu búin að reka saman fyrirtæki í 8 ár og ég svona kynnst Yngva í gegnum það. Var svona, fannstu á þeim að þeim þætti erfitt að spyrja þig eða varst það þú sem komst að fyrirbræða þig hvernig var? Þau spurðu mig ekki, sko. Nei. Og fyrst þegar ég fekk þessa hugmynd þá ræddi ég aðeins svona lauslega við konuna mína og bauð svo fram aðstoð og þá afþökkuðu þau hana, sko. Og ég fann að þeim fannst óþægilegt að þetta hefði komið upp, sko. En þú varst fastur á þínu? Já, ég samt, sko, svona eftir fyrstu nálgunin á þessu að ég sagði bara þið vitið af því. Ég var auðvitað búinn að fylgjast með og spurði Jónínu gjarnan og hitti Yngva af og til og ég var alltaf að vona að því að það voru fleiri búin að koma fram, vinir hans eða einhverjir sem stóðu nú kannski nær og búin að fara og láta athuga hvort að þeir væru mögulegir gjafar. Það er ýmislegt sem þarf að ganga upp. Og ég var auðvitað, maður fylgdist með og var að vona að það myndi ganga upp og það væri einhver annað sem að hendaði. En ég sagði bara þið vitið af mér og svo leið nú bara talsverður tími. En svo einn daginn þá greip mig aftur þá sá ég hann var bara svona, leit mjög illa út. Og þá tók ég aftur umræðu, skoðaði þetta aftur og þá var ég svona kannski ýtnari á að við skildum skoða þetta.
Sástu í hvað stefndi? Já, kannski ekki í hvað stefndi þannig, hann leit ekki vel út. Nei. Hvenær þetta og hvað tekur svo við? Það mars í fyrra sem að við förum í þessa aðgerð. Það örugglega ár á undan. Ég nú ekki mjög gott minni, en þetta tók langa tíma, tók of langa tíma fyrir okkur báða. Frá því að ákvörðin yfir tekin og þangað til að búið að skoða allt í ferlinu og farið bara alveg af stað. Sko. Veistu af hverju það var? Því að nú eru gerðar svona að meðaltali 9 svona aðgerðir á ári, hef ég lesið mig til um. Ég þekki það ekki nákvæmlega. Það er alltaf listi og það er forgangslisti. Og það fer eftir, ýmsum þáttum, ertu með barn, hversu langt fólk gengið í sínu veikindum, eitthvað annað. Og viðkomandi með einhvern gjafa tilbúinn. Og það ýmislegt sem spilar inn í. Og ég skynjaði nú þannig að svona mögulega var það út af því að kannski að við erum ekki nógu tengdir, að menn voru svona kannski með varan á. Eitthvað svona mikið ferli í kringum þetta? Það teymi sem stendur að þessu, varst ekki spurður ótrúlegustu spurninga? Jú. Ég fer í mikið svona líkamlega skoðun og ég var aldrei í vafa að ég væri góður gjafi sko, sem slíkur. En ég alltaf verið sannfærður það. Já. En svo maður reglulega að tjekka líka bara ertu alveg viss sko, ertu einbeittur í þessu. Og í gegnum allt ferlið. Og en svona, já, mér fannst það kannski taka óþægilega langan tíma því að það var svona kannski biðin eftir því að þetta myndi gerast. Sem var kannski erfið, af því að þú ferð inn á milli, ferð að efast. Já. Eru margar útgönguleiðir frá því? Já, margar og bæði náttúrulega sem hefði komið sjálfkrafa bara af því að það hefði komið í ljós að hjartað í mér eða lungun eða eitthvað passaði ekki sko. Að þá hefði þar verið bara svona náttúruleg útgönguleið en síðan það hefði maður alltaf kostað að stíga út án þess að þurfa að segja ég hættur við sko. Já. Það boðið upp á það. Eðlilega. Fannst þér það að vera svona ákveðið öryggisventil eða styrkti það þig að hvernig? Nei, sko, það breytti, sko, þegar ég var búinn að taka ákvörðunina, þá breytti það engu, sko. Nei. En auðvitað gott að hafa það. Já. Já. Svo kom að þessu, það kom mars 2018 og þá kom stóra stundin. Hvernig var hún? Hún var bara pínu skrítinn, sko. Ég fer söður, við förum í rauninni báðir söður sama tíma, þetta fer fram sama daginn, en við vorum ekki saman. Og ég fer í einhver svona loka próf og svo ég nú bara svona væflaðist í Reykjavík eins og Akureyringar gera. Og já, það var svona pínu skrítið. Varstu bara einn? Ég var einn, já, kona mín reyndar kom kvöldi fyrir aðgerðina og var með mér fyrir sunnan svona. Ég heyri það að hún hefur stutt þig allan tíma. Já, og ég hef ekkert gert þetta öðruvísi. Nei. Þannig að... Svo eru þið búin að hittast eitthvað þarna þú og Yngvi fyrir kvöldinni fyrir eða hvernig voru ykkar samskipti á þessum? Sko ég eiginlega vildi, sko við vorum auðvitað að ræða ítarlega og vel sko í aðdraganda, svona í kringum ákvörðunina og svona og hann var alltaf af og til að þreifa á mér sko. Ertu viss? En svo áttu við engin samskipti þarna síðustu dagana fyrir, nema bara kannski eitthvað í síma eða eitthvað. Og svo hittustu bara upp á spítala. Við erum í einhvern kuppl og fáum rófandi töflu og svona. Og rúlaði inn bara sitt hvora. Já, svo fer ég inn á undan. En er það rétt að það var ekki hægt að gera þetta í gegnum göt? Þú ert með góðan skurð. Já, ég er með svona. Yngsti sonur minn öfundar mig á hann, þetta er svona svolítið macho skurður. Já. En það stóð til að gera þetta í gegnum svona 2 göt. Já. En bara svona,
einhverja líkamlegar aðstæður gerðu það verkum og það var ekki hægt sko. Þannig að þá var tekinn svona opinskurður. Og þarna ertu og þú náttúrulega bara ert svæfður og svo vaknar nýranu fátækari. Já. Hvað var fyrsta hugsunin? Maður nú í hálfgerðu móki en sko ég man allavega, já, mér finnst svona fyrsta hugsunin hafa verið bara jæja, ok, ég allavega lifandi. Það var svona, þú veist, þetta hefur gengið ágætlega og svo maður svona fljótt, þú veist, nær maður sönsum og þá sér maður að þetta alltaf á góðri leið, sko. Maður lengi ná sér eftir þetta? Já, sko, ég var kannski lengur heldur en ég ætlaði mér og átti von á. Ég var nú ekki nema einhverjar 2-3 nætur á sjúkrahúsinu og ég hafði það ekkert gott, sko. Nei. En hugsunin, sko, maður í þannig aðstöðu, sko, að maður svona einhvern veginn, það svo miklu auðveldara að takast á við það því að þú ert ekki þarna út af þínu veikindum. Heldur þú sko, þú veist að þetta tímabundið og þú ert að fara að jafna því. Já. Og Mátt eiginlega ekkert kvarta, var það svo upplifun sem þú hafði kannski? Nei, eða sko, þú veist, maður hafði það svo gott af því að ég veit að mér pínu illt hér og þar, sko, en eftir nokkra daga það farið, sko. Já. Og þú horfir á fólk á sömu deild sem að glíma við miklu stærri vandamál. Þegar ég kem heim, að þá, þú veist, mér voru gefnar einhverjar, man ekki, 5 vikur eða eitthvað sem átti að líða og þá mátti ég bara svona hreyfa mig eins og bara áður. Já. Og ég fór svolítið geyst. Ég fór í ræktina og setti bara sömu þyngdir á stöngina og ætlaði svona bara, og þá kom smá bakslag. Þannig að ég dró mig tilbaka og sleppti líkamsrækt í einhverja mánuði eftir og svona, sko. En nú ertu sjálfstæður atvinnurekandi, hvernig til dæmis bara, þú gast ekki unnið fjárhagslega, er þetta flókið? Nei, það var nú kannski auðveldara einmitt af því að ég á mitt fyrirtæki með eiginkonu þegans, þannig að það var nú ekki erfitt að díla við hana með veikindafrí. Nei. Þannig að, nei, það var allt í lagi, sko. Hvernig ykkar samband í dag? Árið seinna? Það mjög gott. Eldið þetta vináttuna? Já, ég hugsa það nú. Hittist oftar en þið gerðu? Eða það kannski ekki mælikvarða vináttu? Nei, kannski ekki, sko, en það ég allavega svona, við erum ekki að velta okkur upp úr þessu dag frá degi, sko. Nei. Mundirðu gera þetta aftur eða þú stæðir í sömu sporum? Já, það myndi ég gera. Og það verður sennilega auðveldara, sko, af því að þá veistu, þú gengur í gegnum eitthvað svona smá sem pínu erfitt, en svo veistu að þú bara ert komin aftur á sama level eftir einhver tíma. En hvernig að sjá hann núna? Það var ekki gott útlit á honum fyrir ári og nú lítur hann bara vel út. Hvernig, og það nýranu þínu? Hann hefur ekkert fríkkað. Við skulum láta áhorfendur dæmi það. Nei, mér finnst allt annað að sjá hann, sko. Hann svona, maður sér að hann hefur meiri orku og hann svona bara líflegri og hressari, sko. Heldur en þarna síðustu svona vikurnar á mánuðinni áður en að fór í þetta, sko. Tilfinningin að hafa gefið öðrum manni þetta tækifæri að lifa allt öðru lífi, hvernig hún? Hún bara góð. En aftur, þú veist, ég ekkert endalaust að velta mér upp úr því, sko. Nei. Þú veist. En þú átt nýra í einu manni? Já, nei, eiginlega ekki heldur, sko. Hann náði það núna, ég gaf honum nýrað, sko. Já. Þannig að ég var nú vonast til þess að myndi verða káamaður, sko, eftir. Bara að maður yrði smá eftir þarna sem að, en það var nú ekki nóg til þess að. Þið voru ekki eins og í saman liði, hann Þórsari. Já, það truflaði nú ekki neitt. Nei. Takk fyrir þetta, Gauti, og ég fæ að heyra söguna hjá Yngva hér rétt á eftir. Yngvi fékk nýrað úr Gauta og við skulum sjá hvernig hann lítur út. Komið sæl aftur. Þegar við lendum í kröppum dansi og horfum jafnvel framan í dauðan að þá breytist allt.
Yngvi Þór, hvernig var ástandið á þér líkamlega fyrir ári, rétt áður nú varst að fara í nýrnaskiptin? Já, þá ég sem sagt búinn að vera tæpa 10 mánuði í nýrnaskilju eða nýrnavél og hún tekur á, hún hjálpar manni og heldur manni í lífi auðvitað og maður verið það en svona eftir því sem leið á þá var ég orku minni upplifði ég og ég var svona nokkuð góður, ég gat ýmislegt en auðvitað er þetta mikil binding og maður svona fer áfram á jákvæðni og kraftinum bara. Þú varst búin að vera í 10 mánuði og hvað er þetta, 3 sinnum í viku eða hvað er þetta? Já, þetta er 3 í viku, 4 tímar í senn og eins og ég segi það, já. Varst að byrja að sætta þig við að lífið yrði svona, eða? Já, ég var alltaf vongóður að hélt í það von að Björgun kæmi. Já. En ég er svona einblíndi meira á Gautaborg. Eða það, sem sagt, ég fór á lista áður en að ég veiktist svona, hvað segir maður? Biðlista eftir? Já. Eftir þá... Líffæri bara. Líffæri, já. Og ég svo sagt var bara með tösku með mér, þar voru lyfjaskammtar og svona brækur til skiptana. Já, til þess að geta farið bara með ég var bara alltaf ready. En þú varst búin að glíma við nýrnasjúkdóm í mörg ár, er það ekki rétt hjá mér? Jú, kringum árs gamall. Þá var ég eitthvað rannsakaður og menn finna ekkert þannig og ég veit ekkert hvort það hafa tengdist. Svona þegar ég var að byrja í skóla voru einhverjar rannsóknir, ég man ekki þetta eins og almennilega. Systir mín var að segja mér þetta af þessu og svo hvað ég segja, 96 þá uppgötvast að nýrnastarfsemin var orðin skert. Og kraftur nýrnanna til blóðhreinsunar, kreatíngildi hækkuð og ég fer í ákveðið ferli, sendur til Reykjavíkur, þar tekin biti og nýra og aðtók hvort þetta væri nokkuð krabbi eða eitthvað þvíumlíkt og ég fann eiginlega ekkert mikið til. En svona þegar leið á þá fékk ég kannski bara svona þvagsýrugigt og annað, bólna ökkla og svona þjáningu mikla í kringu það. Öll helstu einkenni sem fylgja nýrnabilun? Já, þetta kom og einhvern veginn hélt maður bara alltaf áfram. Það er svona 2010-11 sem að gildin fara að hækka aftur og þá mönnum ljóst að það yrði ekki umflúið að ég þyrfti nýra. Hvernig var lífið þá frá 2010-11? Var þetta að fara ansi mikið niður á við að þanga til? Já, ég reyndi bara að berjast og halda áfram og vera keikur. Já, en svo kemur í ljós að hjartað farið að láta. Við getum sagt, starfsemi nýrnanna, það talið að hún valdi því að kransakerfið ekki að gefa eins og það á að gera eða þrengingar og síðan veikist ég, eins og ég segi, svona innan gæsalöp almennilega eða veikist mjög illa sumardaginn 1. 2017 og þá hvað segir maður, krassaði, ég kem mjög veikur inn á sjúkrahúsið á Akureyri og ég kem akkurat á vaktaskiptum og það bara allt í einu lækna hér fram að og ég svona áttaði mikið, ég var búinn að hósta mikið og þá var ég kominn með lungnabólgu, það var búið að gera aðgerðir á hendina á mér til að tengja mig við nýrnavél og ég var á leið í nýrnavél á þessu augnabliki svona eftir páska og búið að segja mér að það yrði ekki umflúið. Kreatíngildi komin í miklar hæðir. Og eins og ég segi þegar ég kem þarna inn súrefni undir 60 og ég bara í einhverju móki og áttaði mig ekkert og ætlaði ekkert, ég var bara að berjast, ég ætlaði að halda áfram. Og eins og ég segi þegar ég kem þarna inn þá ég man eftir að þegar einn læknirinn segir við erum að setja henni í öndunarvél þá bara vá, þetta eitthvað. Og ég var alveg inni sko með
meðvitund. Þær voru að gera grínað í hjúkkurnar sem voru með mig í skiljunni á eftir, sem það tók á móti mér eða voru að annast mig þarna. Það voru svo hissað að ég skildi muna. Og ég taldi mig muna allt, en það var nú ekki alveg þannig. Nei, kannski sem betur fer. Já. Þið Gauti þekkist gegnum konuna þína, það að segja þau reka saman fyrirtæki. Já. Það voru nokkrir búin að gefa sig fram sem vildu gefa þér nýra. Já. Kom það þér á óvart að það væri fólk sem vildi gefa nýra, eða hvernig? Já, Eða? Sko, maður kannski miklar þetta, og þetta er ekkert lítið mál, þetta er stórmál. Já. Og þú þarft sjálfur að gangi í gegnum það, viltu þetta? Já. Og ég svona í einhverju tíma ákveð það að ég sé tilbúin í og er búin að margspyrja og alla að þetta sé möguleiki. En ég lifði í ákveðinni vonum að komast í gegnum líffærabankann í Gautaborg. En ég minni nú á árinu 2015-16 hafi bara einn Íslendingur farið. Svo voru reyndar 9 eða 11 ára eftir og svo eru komnir ákveðinu margir. Ég man ekki hvað það var í fyrra, en það voru ótrúlega margir. Já. En það eru svona lifandi gjafar sem að gefa. Þetta eru kannski, að mér skilst svona 9 til 10 aðgerðir á ári sem gerðar eru hér á landi. Já. Og það eru þá lifandi líffæragjafar sem að fara í gegnum aðgerðir hér. Sem sagt læknir sem hefur verið búsettur í Bandaríkjunum en nú fluttur hingað. Jóhann, hann hefur gert þessar aðgerðir. Og eins og þú segir, það er 10, 9, 7, þetta er svona rokkar einhver þarna. Og yfirleitt eru nú menn sem sagt ættartengdir, en eitthvað eru eins og hjá okkur Gauta, ekki blóðtengdir. Nei. En þið þurftuð að vera í sama blóðflokki, var það ekki? Jú. Og þið eru það? Jafnvel þó hann sé káamaður og þú Þórsari. Já. Hann ákvað sig, eins og hann sagði hér áðan, hann stóð fastur í fætinum með þetta, hann ætlaði að gefa þér nýrað. Já. Hvernig var að þiggja það? Hvernig tilfinning var það? Hún er náttúrulega bara geggjuð. Og hvað maður að segja, maður er bara svo auðmjúkur. Já. Og gagnvart öllu. Já. Og ekki síst gjafinn sem að fer alla leið. En bara tengingin sem myndast við þann sem hefur búið sér fram. Já. Og svo hitt, þetta er mjög tilfinningaþrungið, sko. Eðlilega. Og ég talaði nú einn lækni sem að þekkti nú til svona, hann sagði þetta reynir á allan skallan. Já. Tilfinningar, líkamlega, andlega. Og þú voru bara að takast á við það. Og þið fóru saman að einhver leiti í gegnum þetta, þú og Gauti. Já. Og allan tíman var Gauti ákveðinn, hann hvikaði ekki frá þessu. Nei, ég var aldrei var við hann. Og þið margspurðið hann í raun? Já. Við og starfsmenn ígræðsludeildar spítalans og allir. Og þeir spurja mig sem þega líka alveg fram að ég stála hnífinn, sko. Já. Svo farið þið þarna í aðgerðina og þú færð þetta fína heilbrigða nýra. Já. Hvað breyttist? Sko, fyrsta lagi þá morgunin bara kikkar nýrað sem að Gauti gefur mér bara alveg inn og byrjar bara að hreinsa. Og blóðgildin bara batnað bara eiginlega upp frá því sem það er ekki sjálfgefið. Og sko þegar ég er á vöknun og svona 8-leytið þegar vaktafandi læknir er að koma á vöknun, þá segir hjúkkan sem hafi verið með mig, sko, þú ert ekki ágjör á honum, það eru 7 búin að skoða hann í morgun. Og þá voru þeir bara svona áhugasamir læknarnir sem hafa komið að aðgerðinni að ég tel. Ég þekkti ekki öll andlitin sem kom og töluðu við mig á morgunin. Að hvernig þetta væri að gerast. Og þetta er ekki algengar aðgerðir hjá Landspítalanum, svo segjum 7 til 10. Og áhuginn og starfsfólkið og allt þetta, þetta er bara, þetta er okkur ómetanlegt sem þjóð. Að geta farið bara til Reykjavíkur í þessa aðgerð. Já. Þú fékkst ekki Gautaborg, þú fékkst Gauta. Já.
Hann segir að þú lítir miklu betur út heldur en fyrir ári. Að þú hefur reyndar ekki fríkað þá. Nei, hefði hann sagt alla leið, sko, þá hefði ég ekki skilið það. En það tókst ekki að gera það káfamanni samt. En það er léttvægt allt saman, þó við sláum upp í grín núna að þá... Já, menn hafa alveg spurt mann og hvernig stæði á því ég skildi nú þykja þetta líffæri frá káfamanni. En hvernig er líf þitt í dag heilsufarslega séð? Það er allt á jákvæðri uppleið. Ég er óþolinmóður, ég gengur hægt að ná góðum krafti. Blóðsýni eða sem sagt öll gildi í kringum nýrnastarfsemi, ég veit ekki betur en að það sé bara svona eins og í heilbrigðum manni. Auðvitað er ég ónæmisbældur og á öðrum lyfjum til að halda mér gangandi yfir. Það er svona, kannski steinefni og svona ennþá. Já. Verður það ekki það sem eftir er? Þú verður alltaf á ónæmisbæling og fylgst með mér gríðarlega vel og ég fer mánaðarlega núna og hitti eða í gegnum skoðanir. Engar óvæntar uppákomur hingað til og við viljum að halda því áfram. Hvernig sérðu framtíðina? Ég ætla mér að komast að fara að vinna og bara að lifa bjartur áfram og já. Rétt orðinn 50 maðurinn? Já. Hvernig er það? Þú varst 28 ára þegar þú eiginlega fékkst Já, þá fæ ég svona svolítið stóran dóm. Á 50 afmælinu hringdu þeir og sögðu þú ferð aðgerð eftir nokkra daga. Já, var það þannig? Já, sem var tilviljun. Þeir byrjuðu náttúrulega að hringja í Gauta eðlilega og Gauti sagði mig að ég væri á leiðinni upp í Mývatnssveit og ég ætti nú afmæli í dag, það væri 50, sko. Þannig að þetta var stærsta afmælisgjöfin sem gafst hringja? Heldur betur, já. Ykkar samband, hvernig er það? Sko, ég man eftir Gauta, sko, fyrst í Dynheimum. Sem bara mjög kátum og svona miklum prakkara og svona flottur gaur og það hefur ekkert minnkað. Sko, hvað getur maður gert? Þú veist, ég var að skrifa jólakort. Þetta er bara, maður getur eiginlega ekkert sagt það þannig. Nei. Þú veist, maður er bara svona orðlítill. Ég er bara að hugsa gríðarlega fallega til mannsins og hans fjölskyldu. Hafdís, konan hans og þau eru búin að vera mér gríðarlega sterk í þessu. Yngvi Þór, takk fyrir að koma og segja okkur þessa sögu og gangi þér allt í haginn. Takk.